Það sem gerðist þarna var einfaldlega það að ég sagði satt og rétt frá í þinginu miðað við nýjustu upplýsingar sem ég hafði frá samninganefndinni að þar væri ekkert að gerast, þetta væri óformlegar þreifingar og lítið að miða. Undir kvöld eða nóttina daginn eftir þá hins vegar kemur nýtt útspil frá viðsemjendunum þar sem þeir koma langt til móts við kröfur Íslands lægri vexti, að Ísland verði tekið út af hryðjuverkalistanum og fleiri kröfur sem hafði strandað á. Þannig að það komst skyndilega hreyfing á viðræðurnar vegna þess að það kom nýtt útspil, nýtt tilboð. Og Alþingi var gert grein fyrir því 1 til 2 dögum síðar. Þannig að ég svaraði samkvæmt minni bestu vitneskju beint frá samninganefndinni sem ég hafði verið í sambandi við nokkrum klukkutíma áður en ég gaf þetta svar. Þannig að það er eins ósatt og ómaglegt og nokkuð getur verið að bera þetta á mig og ég hef auðvitað sem betur fer fjölda vitna að atburðarásin var nákvæmlega svona, það er að segja alla íslensku samninganefndina og þá sem voru að vinna með henni.